Þetta hamingju með sigurinn, komið undanúrslit. Hvernig fannst þér leikurinn vera? Hann var bara svona skrappi ljótur, svona sent í seríum típuleikur eitthvað neginn. Það var svona fleiri varnartilfelli heldur en sóknartilfelli og léleg hitni á báðum liðum fyrir upp á þriggjastalinna og leikurinn bar þess mikli en ánægð með að geta svona unnið ljótanleik. Það er alltaf fyrst með styrkleikin. Þykir ánægð með vörnina, sérstaklega í þessu vantaði Kristoffer. Jú, klálega menn stigu vel upp og ekki almanna það stórkostlegur en bara margir að leggja í púkki þar og leiðum að pakka mistökunum og halda þessum tengslu sem við viljum vera með vörðin þá sem við höldum flott í þar en Rósastjörnin líka hvernig við komum tilbaka, hann voru komið 10 stigum yfir þannig að það er erfið leikur en bara greiðilega ánægð með að ná að klára þetta henda. Hvernig staðan á Kristoffer? Er hann með í fyrsta leiki í undanúrslitum? Það verður bara komið ljós stutt síðan en það lítur alltaf betur út heldur en á horfðist og hann alltaf gengur vennilega og ekkert að haltra og þannig að við verðum bara að taka stöðuna á hann svona fljótlega eftir helgi og svo bara sjáum við til hvernig við byrjum og hvernig það verður. Eitt á lokum, lítur ánægð með stuðninginn sem fyrst núna út af vellinn? Já, mjög flott. Það er góðsend í Hlíðarenda núna. Við erum öll liðið okkar að fara í gang, geta nema valstelpunnar í handboltanum sem eru í landsleikjahlíðin. Það er mest álagið öllum á stuðningsfólk Vals. Það sé einhverjir 3 leikir á sunnudaginn og svo leikur á mánudaginn í valsfótboltastöpunum. Þannig að það er nóg að vera og við erum bara þakklátir fyrir alltaf fólk sem er tilbúið að fylgja. Takk.